Komið sæl. Í síðasta rúmfræðihefti vorum við að vinna með lengdareiningar og vorum þá að breyta á milli til dæmis metrum yfir í sentimetra. En nú ætlum við að skoða flatarmálseiningar. Það er að segja hvernig breytum við úr til dæmis fermetrum yfir í fersentimetra. Við byrjum á smá upprifjun fyrst. Hér er taflan sem allir ættu að kunna og kosturinn við hana er að hún getur hjálpað okkur að breyta þarna á milli. Kannski eru til fleiri en ein leið og ekkert kannski, það eru til nokkrar leiðir til að gera þetta. En ég hef ákveðið að fara eina ákveðna leið sem ég ætla að sýna ykkur hér aftur. Og hún virkar þannig að ef við erum með þessa töflu, þá þurfum við að skoða hvort við erum að færa okkur til hægri í töflunni eða til vinstri. Og ef við færum okkur til hægri í töflunni, þá markvöldum við. Ef við förum til vinstri, þá ætlum við að deila. Og með hverju? Jú, annarkvort 10, 100, 1000, jafnvel 10.000. Allt fer það eftir í hversu marga dálka við flytjumst til Það er að segja að við færum okkur 2 dálka til hægri, þá myndi ég velja markvalda með 100 því að það eru 2 0. Ef ég ætla að flytja mig 3 dálka, þá myndi ég velja 1000 því það eru 3 0. Þannig að við skulum kíkja á þetta dæmi sem er hérna. Byrjum á að skoða hvað flytjumst við marga dálka ef við ferum metrum í sentimetra. Jú, það eru 2 dálkar sem við förum til hægri. Hægri þýðir að við ætlum að markvalda. 2 dálkar þýðir ég ætla að markvalda með 100. Það eru 2 0. Og þá tek ég bara töluna 1,3 metri, markvalda með 100 og fæ þá út sentimetrana sem eru þá 130. Þetta er vonandi einfalt og ætti að vera það því þetta er upprifjun úr síðasta hefti. Við skoðum eina dæmi til viðbótar. Nú ætlum við að færa okkur úr millimetrum yfir í metra. Taflan segir okkur núna að við þurfum að fara 3 dálka til vinstri. 3 dálkar þýðir 3 0, sem 1000. Vinstri þýðir að ég ætla að deila. Þannig ég tek þá töluna 70,5 og núna deili ég með 100 og fæ það út 0,705 og þá er ég komin með svarið í metrum. En þá skulum við færa okkur yfir í fermetra og fersentimetra. Áfram getum við notað þessa sömu töflu og fermetrar eru að lýsa flatarmáli. Flatarmál samanstendur af lengd og breidd, minnst okkur fyrir rétthyrninga. Þannig að ef við ætlum að taka þetta dæmi hér, breyta til dæmis 31,3 fermetrum yfir í fersentimetra, og þá notum við töfluna alveg eins. Eini munurinn er að það sem við markvöldum eða deilum með, við þurfum að gera það 2 sinnum. Það er að segja einu sinni fyrir lengdina og einu sinni fyrir breiddina. Við kannski útskýra það betur á næstu glæru. En fylgjum þessum fyrirmælum bara hér sem er í bleikakassanum og prófum þetta dæmi. Það er að segja, við byrjum á að skoða hvað hoppum við mikið. Við þurfum að fara 2 dálka til hægri. Það er að fara úr metrum í sentimetra. 2 dálkar, það þýðir talan 100, 2 0. Hægri, það þýðir ég ætla að markvalda. Þannig að núna tek ég töluna 31,3 fermetrar. Ég þarf að markvalda með 100. Það þýðir flatarmál, þá þarf ég að gera 2 sinnum. Þannig ég markvalda aftur með 100. Og þá fæ ég hvorki meira en minna en þessa tölu hér. Nú er ég búin að markvalda með 100 og aftur með 100. Og þetta er sem sagt fersentimetra fjöldin sem er í 31,3 fermetrum. 313.000 fersentimetrar. En skoðum aðeins betur þetta með lengd og breidd sem ég var að tala um. Lítum hérna á 2 rétthyrninga. Gefum okkur að sá sem er vinstra megin á skjánum tákni einhverja stærð í fermetrum og við ætlum að breyta því yfir í fersentimetra. Nú ef að fermetratalan hér er 8 fermetrar,
og þá gæti það verið eins og búið að skrifa upp hérna, til dæmis verið 4 metrar og 2, vegna þess að flatarmál jú lengd sinnum breidd og 4 sinnum 2 eru 8. En þetta gæti verið einhver aðra tölur sem að staði fyrir lengdina og breiddina, og það skiptir ekki máli. Við ætlum að skoða hvernig get ég farið héðan með þetta úr fermetrum yfir í fersentimetra. Við getum notað aðferðan sem var sýnd ykkur áðan, en ég ætla að reyna að útskýra af hverju hún virkar, vegna þess að ef við skoðum lengdina annars vegar, og við ætlum að breyta þessum 4 metrum yfir í sentimetra, og þá samkvæmt töflunni sem að reyndar ekki á þessari glæru, að þá þyrfti ég að fara með 2 dálka til hægri sem þýðir ég að það að margfalda með 100. Þannig að þetta þá 400 sentimetrar. Nú sama gildir ef ég ætla að breyta þessum 2 metrum yfir í sentimetra, ég þarf að margfalda með 100 líka. Og þá fæ ég 200 sentimetra. Og hvernig var þetta flatarmál hér reiknað? Jú, það er annarkvort 4 metrar sinnum 2 metrar, sem eru þá 8 fermetrar, eða ég breyti þessari tölu hér yfir í sentimetra, og gerir þá 4 sinnum 100, og breyti þessari tölu hér líka yfir í sentimetra, sem 2 sinnum 100. Þannig að þið sjáu núna að ég að margfalda með 100 tvisvar sinnum þegar ég ætla að breyta fermetrafjölduna. Og þess vegna kemur út úr þessu hér að styttri leiðin sem ég get farið hérna, ef ég ætla að breyta þessum 8 fermetrum yfir í fersentimetra, og hún felst í því að margfalda með 100 og margfalda aftur með 100. Og ef ég gerir það, þá fæ ég hérna 80.000 fersentimetra. Svolítið skakt skrifað hjá mér, en ég vona að þetta skiljist. Þannig að við skulum taka eitt svona dæmi til viðbótar, reyna að festa þetta í kollinum. Nú ætlum við að breyta 57 ferdesimetrum yfir í fermetra. Og skoðum hvað taflan segir. Hún segir færið ykkur 1 dálk til vinstri. 1 dálkur þýðir ég ætla að nota töluna 10, það 1,0. Vinstri, það þýðir ég ætla að deila. Og muniði að þið verum með fermetrana, og þá þurfum við að gera þetta tvisvar sinnum. Tvisvar sinnum. Og þá gerum við það bara. Við tökum hérna 57, deilum með 10, fáum út úr því 5,7. En ég þarf að gera þetta aftur. Þannig að ég tek núna 5,7, deili með 10 og fæ þá 0,57. Og 57 ferdesimetrar eru þá 0,57 fermetrar. Og þá held ég að ég sé búin að segja ykkur allt sem að segja þarf í þessum kafla. Þannig að þið snúið ykkur núna bara heftinu. Takk fyrir mig.